Leikur Storm í X-Men. Hver er það? Halda áfram. Þú veist hvað ég er að tala Ég veit alveg hver er þetta að tala Hvað fucking heitir hún? Julie Lewis eða eitthvað. Nei, what? Leikur Storm í X-Men. Fyrst þetta gaman þegar það hent ykkur random nöfnum. Fyrst þetta gaman? Nei. Hættu þá að gera þetta við mig. Það er ekkert gaman. Nei. Þetta er mjög óþægilegt. Góðan daginn. Verða ít að rekka á þegar þú byrjar á einhverju sögu. Nei, ég má nefnilega ekki segja þessa sögu þegar það er í rekk sko. Nú Segðu hana bara og Birkir klippar það út seinna. Nei, ég geti klippt í. Það er margt sem hefur farið í lofti sem ég hef gleymt að klippa út. Reyndar. En, hvernig hafði það? Eins og ég var að segja þess að ég vaknaði og Still awake. Drega andan. Sofna stundum á kvöldin og daginn og Já. Fá mig sopa hér, hvað er þetta? Bleika shit. Þetta er eitthvað nýr okkar orkudrykkur, þetta er fínt sko. Með einhverju pjöllu hérna framan á? Já, þetta er klámynd hann framan á sko. Þess vegna keypti ég þetta. Er þetta bleiki partusinn eða er þetta klámynd? Hvað er þetta? Þetta er eitthvað klám, það er eitthvað nakið fólk að dansa Herru, ég sá bara hárið og pjölluna. Vá, Rorschach testið alveg að fara með þig maður. Þú bara I like the pink. I know. It's juicy and delicious. Yeah, put your lips on it. Já. Hvernig hefur það þröstur? Herru, ég er fít bara, ég er svolítið eftir mig, ég er svolítið ríðgæður eftir gærkvöldið. En aðeins. En við fórum vinnan út aðeins að leika okkur í gær, fórum að okki að kasta pílum og eitthvað og borða góða mat. Hvernig er það? Ég vil aldrei fara þarna. Það er rosa gaman. Ég segi alltaf átsje. Já, ég skil ekki, þú náttúrulega lesblindur, en þú ert yfirleitt ekki málhaldur. Jú, þú ert það. Já. And take that back. Ég reyndar að með Birki liðið þarna, þetta stafað og C-H-E, eða ekki. Þú í rauninni, ef þú lest þetta og hefur ekki heyrt orðið áður, þá myndir að geta sagt Otje. Ekki átje, otje. Og svo þurfti ég að horfa á vídeo til þess að vita hvernig þetta var borið fram. Já, akkurat. Og það er okki. Það er okki. Sem þýðir, sem sé línan sem þú stendur fyrir aftan til þess að kasta í pílukasti. Já, ok. I had no idea. Svo þú varst alltaf ok. Kom síðan starfsfólki bara hérna er kennsluvídeó, hvernig að segja nafnið á Akkurat, þessu rafmagnsteipi sem við límdum á parkettið. Þetta er mjög mikilvægt. Akkurat. Það er komið nýr hvað heitir þetta hvað heitir þetta? Það er svona þáttur, ekki þáttur heldur Heimildamynd, thank you. Wow, þetta áttu mér. Var ég ekki að segja eitthvað málhald eitthvað? Æ, þið verðið afsaka maður. Það er lesblindur. Við elskum þið samt. Já, thank you. Með Louis Theroux. Já. Þú berð ekki fram S-ið í Louis. Okkur er þá S-ið þannig. Alveg eins og þú berð ekki fram X-ið í Theroux. Já. Hæ? Það er X. Er X? Já. Í Theroux? Já. Endar á X. Throaks. Já, ok. Anyway. Louis Theroux. Já. Ég hef aldrei séð þetta X Hann er að taka viðtölu við svona ultra kallmennsku gaurana sem eru á netinu. Hann tók ekkert viðtölu við mig. Nei. Thank God. Hvar var þröstur í þessu? Og maður var svona alveg bara oh my god, og þessi menn þetta er svona red pill gaurar sko. Og veist að konur að eiga bara vera í eldhúsinu og gaurarnir sem eru með öðrum konum skiptir og okkur svona þeir eru í sko one-sided monogamous. Það er bara hún sem má ekki sofa hjá öðrum en hann má sofa hjá öllum öðrum. Konurnar alveg, já, þetta er bara allt í lagi. Alveg bara svona sést á þeim að þetta er ekki í lagi. En
vá, hvað maður verið svona byrjaði svona það svo erfitt að horfa upp á kúuð sambönd í báðar áttir sko. Já. Svo náttúrulega hann vildi fá Andrew Tate hann bara í myndina, hann bara, borga mig fyrir það nei, ég er ekki að fara að borga þér fyrir það og eitthvað Andrew Tate náttúrulega ógeðslega klár þetta ógeðslega klárgaur hann veist, hann klár en hann notar ekki veist his skill sko, his knowledge í gott hann notar það í að veist, þarna eru peningar og við skulum bara hann ekki góðu gauð sko. Nei, hann er fucking skítall en jú, ég skal alveg gudra það hann kann að koma málinu frá sér þannig að hann fáið fólk með sér í lið sko, sem er ekki gott af því að hann is the dark side sko. Þú getur alveg verið klár en asshole sko. Akkurat en síðan þess að finna Daði alveg, það er svo mikið halvviti og ég held alveg, send honum alltaf Andrew Tate clips veist, það sem hann actually segir veist, góða hluti og ég finn þá, ég alveg, wow horrible human being akkurat það er alveg, sko teknir svona out of context akkurat æðislegt sko ég er bara, og síðan er ég alltaf bara þetta er frábær gauður, þetta er frábær hann og Jordan Peterson og eitthvað svona, það er fullt af klippum frá þeim báðum, það sem er bara eitthvað, þetta make a sense en svo ef þú horfir á eitthvað aðeins meira þá bara, oh my god, þessi gauður er á leiði til helvítis veitir Jordan Peterson, hann er eðslegur hann, verður hvað þarna var ég líka út að ég var ekki búin að sjá veist, hinn helmingin af fullt af hlutum fullt sem Peterson Jordan Peterson veist, líka mjög klár eldklár og til að byrja með hafði hann alveg mjög mikið rétt fyrir sér og núna er hann komin svo mikið yfir í Andrew Tate dæmið sko. nýjustu klippinu maður að leið Já, það er, eins og ég segi, maður sér þessar klippur það sem er tekið out of context og sér ekki restina og það er svona, ok, þetta meikar á svo mikið sens þú getur sagt þetta hvert sem er, þú getur horft á myndbönd ef þú klippir niður ræður frá Hitler þá sér það alveg, já, ok það meikar sens, já, ég er sammála þessum en þú veist svo fann að kafa þeim stýpra og þá er það, ok, já, herru, við skulum bakka þess með þetta Hafið þið séð til dæmis ræðurnar hjá honum Hitler þegar það eru það eru favorites á Spotify hjá mér veist, yfir í enska og ymmit, þess að þú segir maður er eitthvað bara, það er alltaf bara veist, landið okkar er best maður er alveg, ok þetta meikar mjög mikið sens ég veit það þangað til að gera það ekki svo júdalsvæn og það er alveg, ok, let's back up not favorite anymore hafið þið séð eitthvað af þessum gaurum eins og Andrew Tate og öllum þessum gaurum? Ég er ekki að fylgja þeim ég var að fylgja, hvað heitir hann? Varst að fylgja þeim? Nei, ég var með hann á Instagram hann er svona köld hvað heitir hann? Með skeggið, alltaf að spila póker Dan Bilzerian, já hann er svona, hann kannski ekki alveg þar en hann er samt svona incel idol finnst mér sko ég var að fylgja hann á Instagram en ekki lengur hann svona, veist, ymmið svona ultra kall svona alpha male ég með veist, sé bara fullt af peningum, massa, fullt af kettlingum og hann alltaf borga fullt af kettlingum til að veist, hanga með sér já, akkurat, hann er að borga þeim fyrir að vera með sér sko. Nákvæmlega, hversu fucking lonely það er sad sko það er, ymmið ekki þarf ég að borga neitt konu til að vera með mér ég get ekki svona borga þeim til að vera með mér I'm crying on the inside en þetta er fræga fólkið í dag það veist einmitt OnlyFans gælurnar og þessir skaurar oh my god Bíti, hann sagði OnlyFans ok, já ég var að hlusta ég hlusta rosa lítið á Joe Rogan en ég var uppi skroppum með efni en ég var að hlusta á Joe Rogan í gær og þar, ég man ekki hver var hjá hann það var allavega, eins og umræðið að fara hjá Joe Rogan það var bara út allt og þar voru að tala að hvað sagði hann? 17% bandarískra kvenna frá 18 til 24 ára eru á OnlyFans wow what? Vitið þið hvað það er mikið af fólki? Já, og sagt, svona segjum bara, veist, vinsæl ekki einn af topp vinsælustu heldur bara vinsæl OnlyFans
kona fær meira borgað á ári heldur en LeBron James. Jesus, Þetta er orðið svo klikkað. Christ. Og hverjir eru að kaupa þetta? Ég fæddist í röngu líkama, sko. Það eru giftir kallmenn. Hvítir giftir kallmenn. Byrju, ert þú að þessu, Birkir? Nei, Ég kann ekki einu sinni fara á online fans, sko. Online fans. Já. Það geti verið sem málið þetta sé eitthvað villast skrifa hjá þér. Ég geti ekki einu sinni farið inn á þetta, sko. Nei, ég ekki heldur, sko. Hann er farið bara á netu og sjá boobs einhvers annars þar. Borga fyrir klám. Já. Ég meina, þetta er yfirgnótt af ókeypis efnið að núti. Já. Og líka það, ef einhver gæla er svona, ég ætla að fara á OnlyFans eða eitthvað, og síðan bara, hörru, hvað ætlar að selja þig mikið? $9.95. Já. Þú ert að selja þig á $9.95 eða eitthvað. Já, þú veist, reyndar, more power to you ef að, þú veist, það er engin milliliður, þú færð þennan pening, það er engin að snerta þig, þú gerir nákvæmlega það sem þú vilt. Fær 40%. Þeir fá prósentu, já, eðlilega, en þú veist, það er engin pimp, skilur við, sem er að neyða þig í eitthvað. Jú, það er CEO-gaurinn, hann bara, já, hvað er hérna, ég skal fá pening. Já, hann er ekkert eitthvað pimp-sleppa stelpundar og þú veist, skipa þeim, farða að sofa hjá sem gaur, en þú veist, þannig að bara more power to you, skilur við, en ef einhver til ég að kaupa þetta, það er alltaf markaði fyrir það, sko. Davíali, alltaf núna ding ding, einhverju nýr og bætast við. Þetta er frægufólki í gamla daga, það var í kvikmyndum. Já, tónlist. Þetta er svo lélegt. Já, ok, já. Var þetta ekki gott segvið í Óskarinn? Ég fatt að Ég reyndi. Þetta var ágætt. Það var að tala um Óskarinn. Já. Og Óskarsverðlaunin fyrir Segway fær Birkir. Nei, Razzies. Já, þú fær Razzies. Já. Það er anstæðin fyrir Óskarinn. Þetta var alveg hryllingur. Er það ekki? Þetta var gott. Nei. Jú. Þetta er bara on brand, alveg hjá þér bara. Óskarinn er til dæmis eins og hann er ekkert eins og hann var. Nei, og já, má ég skjóta henni, að því að núna þegar við erum að taka upp, þá er Óskarinn á morgun. Já. Sem sagt, frá okkar sjónarhóli séð, sko. Já. Við vitum ekki hver vinnur. Nei. Kannski Will Smith eða eitthvað. Vinnur hvað? Hann er bannaður. Já. Bitch slap of the year. Já. Ok, byrjum þar. Ég byrjum þar. Já. Þetta er eitthvað, þú veist, hvernig dettur manninum í hug? Já. Það eru milljónir að horfa á þig í sjónvarpinu. Já. Sko, allir viniðin eru hérna í salnum. Já, sko. Þetta er hræðilegt að bara standa upp. Þarna fekk hann greinilega bara nóg. Því að gæin er búin að vera í cuckold sambandi núna í einhver tíma. Já. Menna Jada Pinkett Smith er hann ekki búin að sofa hjá vinum svona síns og eitthvað. Jú. Og hann greinilega er bara on an edge. Svo byrjar eitthvað að grínast og hann bara eitthvað, þú veist, ég er bara furðu á að hann hafi ekki bara rótað. Þetta var bara svo fyndið bara, G.I. Jane 2 Can't Wait og síðan er bara kameran á Will Smith, hann alveg og Jada Smith alveg og þá bara allir já ég á að gera eitthvað. Já, akkurat. Bara, come on. Og síðan gerir þetta ennþá vandræðilega. Keep my wife's name out your fucking mouth. Allir í salnum alveg, is this a bit? Akkurat. Bara, þetta var geðveikt. Já. En bara, kudos á Chris Rock fyrir að halda feysi. Já. Ég væri, eins og Jim Carrey sagði, Jim Carrey hefði bara kjartan fyrir mörg 100 milljónir bara strax. Já. Kært Will Smith. Já. Það því að þetta er bara Þetta er líkamsárás. Já. Og enginn fylgdi honum út og síðan bara fekk hann bara stóð allir upp og klöppuð þegar hann fekk loksins Oscarinn. Maður eitthvað bara, really? Þetta er náttúrulega unprecedented. Fólk bara, ok, hvað gerum við núna? Þetta er hvergi í reglubókinni, sko. Nei, en þetta er svo líka svo stíft eins og byrju hvaða La La Land þegar þeir fengu Óskarinn og lesið upp, þau gerði þetta vitlaust þarna, gamla fólkið hann les og réttir konunni bréfið, lestu þetta og náttúrulega vitlaust bréf og hendir henni undir bara rúta á leiðinni bara undir rútuna, ég ger ekki neitt þetta var ekki þeim að kenna eða ruggluðu stumslögin bara, þú veist, og síðan fóruð þarna upp allir, allt krúið og þau bara, nei, herru ég man ekki eins og hvaða fokkin mynd vann. Nei, ég man ekki. Það var eitthvað, ég held að ég sé með þetta sko. Ég man þetta ekki sko. Nei, en
líka þá var svipurinn á öllum í salnum bara what is happening sko. Akkurat. Og það, ég sjálfur hérna Ryan Gosling var alveg læðast í burtu sko. What is going on ég hef flott hjá hann samt að sína miðan bara hérna eitthvað stóð samt ekki á umslæginu sjálfu eða eitthvað, best picture, best eitthvað. Jú, þau hefðu átt að spotta þetta en það fór allt úrskeiði saman. Já, það var bara allt úrskeiði sko. En ég held að ég var einhvers stað með þetta hérna. Ég hef svo lengi að lesa svo þetta myndi taka hálftíma að finna þetta það var hjá mér Nei, haltu bara fyrir að lesa, ég ætla að stökka ofan á mér pulsó með. Já, ok, takk nákvæmlega virkir að lesa. Nei, hérna til dæmis eins og maður var í gamla þegar maður var yngri þá var maður bara vaka og horfa á Óskarinn allan að ég gerði það og stöð 2, maður var eitthvað bara geðvikt ógeðslega gaman. Núna þá bara who are you? Bara Óskarinn svo döður sko. Já, ég veit það og maður að skoða mitt á Instagram eða þú veist, eitthvað svona frétti vikunar eitthvað og sjá svona rauðadreglanum og bara ég þekki ekki 80% af þessu fólki sko. Nei, því það ekki lengur stjörnur lengur kvikmynda stjörnur. Ég veit það. Þú veist, svo núna hvað DiCaprio og hérna Timothy Chalamet alveg all over the place sko. Já, og Michael B. Jordan þeir eru svona favorites til að vinna. Hérna Marty Supreme hann hérna Twilight-gurinn. Nei. Marty hérna myndin já bortennis eitthvað sem enginn hefur séð. Nei, ég hef ekki séð en Michael B. Jordan með Sinners, hún var reynda góð. Ég var reynda eftir að sjá hana. Hún var mjög góð. Mér langar að sjá hana, já. Hún var mjög góð. En ég eftir að sjá hina myndina með hérna honum Leonardo sem hann var með taglið og hlaupa eitthvað hvað heitir hún aftur? Hún heitir eitthvað maður. Vá, hvað verið vel undirbúinir fyrir hennar. Já, svakalega. Þetta geggjað. Mætti halda að við höfum bara vakna fyrir 10 mínútum síðan og bara, ég var að gera eitthvað núna. það pointið sem ég hérna að implementa út af því 2025 með því verri kvikmyndaár sem ég hef upplifað. Maður var bara að fara í bíó, nei. Bara download einhverju, nei. Bara ertu ennþá að downloada? Það ertu að stela? Nei Það stela frá fátækað fólkinu í Hollywood. Muni ekki eftir hérna á spólunum þegar hérna þú myndir ekki stela bíl þú myndir ekki stela tölvu. Akkurat, að downloada að stela og veist, það var svona myrkur og svona ungeðgi bóar veist, ekki vera þjófur. Ég heyri tónlistan actually í hustum á mig þú veist að segja þetta sko. Hugsaðu að gera heila auglýsingu fyrir þetta. Akkurat. Veist, okkur eftir að gera heila auglýsingu fyrir þetta. Íslenskt dæmi bara, hvað græðið þið á þessu? Já, þetta var á ensku, þú veist, þetta var á öllum myndum, sko. Reyndar. Ekki bara á Íslandi, en já, algjörlega. Moonlight. Já, það var Moonlight. Thank you. Í stað fyrir La La Land. Já. Og það var Warren Beatty og Faye Dunaway. Já. Warren Beatty. Beatty? Ég veit ekki. Dick Tracy. Warren Beatty, já, Dick Tracy. Já, Dick Tracy var hérna að lesa þetta upp, hendi konunni. Gentleman. Já. Dick Tracy. You're a Dick Tracy. Það þetta ógeðslega gott, sko. Og hérna, síðan það var einhver í gamla daga þegar gaur hérna hljóp nakin beinni. 1974? Já. 1974. Ég man vel eftir þessum degi. Davíð alveg bara what? Í fyrra lífið eða? Og þá var einmitt hérna gaurinn sem var að kynna, hann leysti þetta svo ógeðslega vel. Hann sagði að hérna hann var svo lítið til að sjá þarna. Sko, geðvikt. En hvað ég man bara til dæmis eins og þegar hvað heitir þetta, hérna Shakespeare in Love vann. Ég var að horfa það út af því að hvað 98 geggjað ár og ekki nóg með það
það var Saved Private Ryan átt að vinna náttúrulega Já, en Shakespeare in Love Umulega leiðileg mynd já, Fokk umulegileg já hún er bara með því verri myndum sem ég séð Akkurat, Saving Private Ryan átti þetta sko bara 100% Já. Geðveik mynd Já. Klálega sko bara eina af því betri bara besta hermynd allra tíma sko. Já, já Tom Hanks náttúrulega bara í essinu sínu sko Djöfull, hann er svo flott Tom Hanks átti var einhver 20 ár það sem bara allar myndir frá honum bara voru gull Já, Já. Toy Story Já, Castaway Nei, náttúrulega Philadelphia hann vann fyrir hana Já, það var hvað, 95 eða eitthvað, 94 Já, langt síðan maður geggjumynd sko. Já, ógeðslega cool en hann myndi ekki gera hann í dag In the streets of Philadelphia Af því að hann er ekki samkynniður í alvörinni Já. Ha? Já, Ha? hann sagði það, gaf það út ef hann myndi aldrei gera Philadelphia í dag og hann er ekki gay sem sagt gay people má bara ekki leika gay gay people Voðalega Hver lék aftur hérna í Milk? Það er ekkert svo langt síðan hann er Sean Penn Sean Penn, já. Jú, var það ekki? Jú. En það er ekki svo langt síðan Nei, en hann núna fær hann kritísku Já, það. kritísku Kritísku Gagnrýni Gagnrýni, já. Tölum bara íslensku wow. Hann fær kritísku Já, já hann fær gagnrýni fyrir það en á Já. þeim tíma þá var hann preysaður Bara- fyrir að sína Sean Penn er einn af bestu leikurum samtíman sko Nei, hann fór full retard að einu tímapunkti Já, reyndar Já, hann, já. já, You never go full retard Never go for retard reyndar Það var í Klárlega. I Am Sam Já, já Já, hann fekk ekki Óskarna þar hann, Já. Nei, hann lék þetta vel Já. En he went full retard Já. Never go full retard já Taktu Dustin Hoffman í Rain Man Já, Do that já. Já, eða Tom Hanks í Já. hérna Gump Forrest Gump takk fyrir. Forrest Gump, já. Vá Leið og ég sagði orðið þá þetta Svona, orðið nú veistu hvernig mér líður stundu þegar Já. kemur bara svona blanko Akkurat. bara ég er að tala og sér kemur bara blank Já. og maður er alveg, what? Já, Sérstaklega þegar ég gerir þetta þá komur svona augun alveg já bara, lestu hugsanir mínar, please, segðu eitthvað Þetta er svo óþægilegt, heilin verður bara svona ding, 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 og svona blue screen allt í henni bara Já, Sam Jackson átti að fá, finnst mér Óskarinn 94 fyrir Pulp Fiction hann fekk það ekki já, hann var tilnefndur þá Já. Já, hann fekk það ekki já það, veist, náttúrulega 94 var náttúrulega bara hellað ár sko. Geðvikt síðan, hvað heitir myndin hérna Snakes on a plane Motherfucking snakes on a motherfucking plane Nei, það var hérna Sharknado það var, hvað, fyrir 2 árum var transmyndin sem Transformers oh my god, Megan Fox nei er hún trans? Hvað er að tala um? Ég veit Ég ekki það var, Zoe Saldana Ok, lék í einhverju mynd Guardians of the Galaxy oh my fucking Avatar? god nei, Hvað er að tala um? transmynd Hvað er transmynd? sem fekk mestu tilnefningar allra tíma hún fekk ef þú googlar þetta Jesus þetta er Ég hef ekki glóru hvað þetta segja nei, allavega sú mynd Ok. fekk meiri tilnefningar heldur en sko hérna, Titanic og allir Ok, til samans út af því þetta var trans já mannst ég spilaði einhvern tíma lægið hérna Jumanji oh fuck þú ert búin að vera fucking Hvaða ár? þetta er örgulega 2 ár síðan Bara Zoe Saldana og Já. Oscars eða eitthvað hún fekk Óskarinn fyrir þessa mynd hún fekk Óskarinn fyrir myndina Ok, Elio? ha? Nei, voice role, short film Ég hef ekki googlaði Emilia Perez? já, Emilia Perez Er það það? Já. Er þetta ekki söngleikabindi eða eitthvað? jú, Já, Já. hræðileg mynd ég hef ekki séð hana en ég já, kíkti ég aðeins á hana og var Ég hef ekki heyrt um þetta nei, en hún fekk meiri tilfinningar Já, Hún fikk meiri tilfinningar Fullt af tilfinningum Alla tilfinningarnar já, ég stressaði mig upp og bara, heilin minn virkaði ekki hvað er þetta að segja ég veist þið villi syngur með þetta Error 404 Já.
Já, þetta er orðið svo fucking pólitískt. Já. Það er nefnilega málið. Það er bara, við verðum, við megum ekki, þú veist, hérna kemur mynd einhvern transeinstakling eða þú veist, fucking innflytjanda eða eitthvað svoleiðis og þá bara, ok, við megum ekki horfa fram hjá því, við verðum að verðlauna það bara því að þú veist, þetta er tækla eitthvað málefni og það er svo fucking kjaftaði sko. Síðan eins og Mark Ruffalo var á BAFTA eða eitthvað og var eitthvað, hann bara ég get ekki verið já, Mark Ruffalo var eitthvað bara svona þetta er bara, ég verð flökurt á að vera og eitthvað bara svona mannileg út af því að það er svo mikið að gerast í heiminum sko, hann er svo góð manneska ég var bara, veist, og hvað eitur í jakkafötin akkurat, okkur sleftur ekki bara koma og gafst helmingin á peningunum þínum akkurat, svo geðveikt, ég sá viðtal við eða svona smá skot af viðtali við Gene Simmons úr Kiss það sem að ykkur var að spyrja hann bara, hvað finnst þér ástandi í Miðausturlöndum og hann bara what the fuck bara af hverju ættir að hlusta á einhverja rockstjörnu eða Hollywood-leikara hvað þeim finnst eitthvað þeir hafa ekki raskat málið að segja þeir hafa ekki, þú veist og hann hakkaði stelpuna í sig sem spurðan bara af hverju fjandanum átt að spurja mig nákvæmlega hvaða máli skiptir það hvað mér finnst þú veist bara maður er svona mér fannst það svo geðveikt þetta er rétt hjá þér já, bara spurðum út í tónlistuna mína eða þú veist, hvað ég fæ mér í morgumat en pólitík og hvað er að gerast í alþjóðlega málum, fuck nei og átti ekki að hlusta á mig hann Ricky Gervais sagði þetta sama bara, veist, í einhverju ræðinu sinni þegar hann var að skjóta á bara, veist, þið veit ekki neitt bara take your award and fuck off thank your God and fuck off já, akkurat veist, það er bara 100% sammála hann til dæmis eins og Joe Pesci er með heimsmeti fyrir styrstu ræðu í Óskarnum labbaði upp, thank you labbaði upp snillingur bara, thank you og þetta er bara geðvikt síðan er einmitt Walt Disney er með flestu Óskarana allra tíma hann sjálfur, manneskjan Walt Disney fyrir samsteipan 22 Óskarar fyrir 3 myndir nei. allar teiknumyndir ever, öruglega já, þú getur fengið 10 Óskara fyrir eina mynd já, sjáðu bara Lord of the Rings fekk 13 akkurat, það búið að slá það ekki jú, ég held það Tröstir, hver er með flestu Óskaran fyrir mynd? Þú ert með tölvun uppi við erum svo mikið Joe Rogan núna sko. Jamie, look that up Tröstir, look that up most við erum Oscars nokkra mínútur inn ég ætla að fá að stökkva það ég ætla að pissa maður en núna þegar maður horfir á rauða dreilin þá er maður eitthvað svona horfir á rauða dreilin? Veist, svona klippum og eitthvað svona já maður gerir ekkert núna eitthvað bara Kylie Jenner er komin aðna og eitthvað með Marty Supreme hana Timothy Chalamet þau eru saman eru þau ennþá saman? Já, komin 3 ár já, ok, mér finnst alltaf sko þegar þau eru það er verið að taka myndaði með eitthvað staðar og einhverjum leikjum og eitthvað eins og hún sé alltaf eitthvað voðalega uppátækjandi við hann og hann er alltaf svona rosalega áhugalaus eitthvað já, það er örugglega bara hann okay. hann hefur engan á, það er ekki þarna í haustum á henni bara útlitið örugglega sorry já, er hún með útlitið? Mér finnst það ekki mér finnst það ekkert heillandi við þessu Kardashian-skjálfur en jú, það er sætar sko Google skilaði sér maður já alveg ótrúlegt hvað það skila sér stundum en sé, þetta er alveg hárréttaður þetta var Walt Disney samsteipan sem er hann að fá flestu sé, 22 Óskara og 4 heiðurs Óskara 4? já sem sé þá og með sko 59 tilnefningar wow já það er bara geðvikt þetta er svaðalega tölur sko með við hvað er 70 eitthvað Óskarar í 70 ára eitthvað ég finnst reyndar ógeðslega fyndið að
hann Robert Downey Jr. fekk Óskars tilnefningu fyrir að vera með blackface Í Tropic Thunder Já, Veistu það? Þessi bíómynd Tropic Thunder er eina uppáhalds bíómyndunum Og hún er æði Það er bara treður á öllu bullshitinu í góða fólkinu Já Love it What do you mean you people? Ben Stiller sem skrifaði hann ekki Nei, leikstýrin Leikstýri, já Held hann hafi hann það var einhver annar sem skrifa hana með honum held ég, mér minnir það en hann fekk allan ekki Óskarinn fyrir það En síðan síðan svo leikona sem hefur unnið flesta Óskarana er Katharine Hepburn hún er með 4 og nú ætla ég að lesa upp þessar 4 titla á 4 bíómyndunum á ákveðin hátt Ok Morning Glory Fekk hún Óskarinn? Já Morning Glory Morning Glory Hvað er hún? Hvað er Morning Glory? Hljómar eins og Já, einmitt Óskarinn fær Morning Glory Ég var í salnum I won I have Morning Glory every day Akkurat All day, every day Og maðurinn sem hefur leikarinn, kallmannsleikarinn sem hefur unnið flesta er Daniel Day-Lewis Hann er geðveikur leikarinn svakalega flott My Left Foot þegar ég var lítill að horfa á hana Ég vorkenndi hann svo mikið Ég held að hann væri bara þroska eftir Ég held að bara djöfull er þessi þroska eftir maður leikur vel maður Hann er method sko Hann er method hann er já hann er alveg besti leikari allra tíma held ég Hann gerir method á réttan hátt En til dæmis er svo Christian Bale Nei, hann uppáldi mitt sem líkist mér Rick Moranis Ég er að leita einhverju til að hendi Sloth Nei, hann Zac Efron Jared Leto Yes, thank you Þegar það er verið að skjóta einhverju nöfn það get ég ekki hugsað Fáránlegt Þeir eru svo leiðilegir Nei, hann alltaf fekk Óskarinn fyrir Dallas Buyers Club og hann er náttúrulega method líka og hann er náttúrulega leiðilega method það er bara, hann er hatar og setti sérstaklega þegar hann var að leika í Morbius þá var hann svona með 2 hækjur og eitthvað svona hann var bara á hækjónum fór all in bara hann tók svo langa tíma að fara á klóstið hann var fatlaður þeir þurftu að fá hjólastól og fá mannísku til að rúllunum inn á klósett pældi því asshole og síðan þegar var hann í Blade Runner þá var hann blindur, þá var hann bara blindur þá þöldi einhverja leiðan maður eitthvað bara hversu mikill asshole getur þú ég þarf að lifa mig gegnum þetta strákar ég bara, nú sé ég bara ekki neitt hann er beautiful asshole þetta fekk Óskarinn bara ekki ráðan sem Zodiac killer leikara eða eitthvað svo þess fyrir hann bara myrða fólk Nei, hann alltaf var Joker og þá var hann að runga sér í smokka og sendi Margot Robbie smokka notaða og sendi Will Smith döitt svín og eitthvað svona Yikes út af því að hann var the Joker my god anyway en bíómyndunar sem hafa unnið til flesta Óskarana það eru 3 í topp 1 það eru allar jafnar allar með 11 Óskara hver Lord of the Rings nummer 3 Honey I Shrunk the Kids og Titanic og maður sjá ég væri til að segja mafjósa myndin Godfather Nei hver er Ben-Hur já, það var alveg hvað 1959 einmitt Nei, Davíð, það er ekki Ben-Hur það er Ben-Hur ok
Það er annað. Þú ert búin að sjá villisum mynd. Ég var þetta pæli í þessi mynd var bara 7 mínútur og ég spólaði þau fyrstu 4 mínútur til að komast að góða partinum. Já, Já, when he bent her. já, akkurat. Oh my god. Oh, Jesus. Fyndið, klámi fyndið. Já, klámur fyndið. Herru, þú mátt ekki selja Óskarinn. Óskarstyttuna þína. Nei, Það er bannað. já, ég er mitt með það hérna. Steven Spielberg keypti styttuna frá Bette Davis fyrir bestu leikonuna 1938 á $578,000. Í alvöru. Já, en hann mátti það ekki og hérna þannig að tæknilega séð er stuttan bara $1 virði, en vitið hvað kostar að búa til styttuna? Nei. $400 $400 per styttu. Ekki meira? Nei. Þetta er ekki alveg gull, sko. Man. Er þetta ekki bara gifs? Já, þetta er bara eitthvað gullspreyjað, eitthvað spýta eða eitthvað. Já. Ég var alveg til í að vinna Óskarinn, maður. Ég var bara hella til í það, sko. Já, Marlon Brando hafnaði hérna. Marlon, Hæ? ekki Marilyn. Merlin? Hvað sagði ég? Merlin Þú sagði Brando? Marilyn Brando. Þetta er ekki Marilyn Monroe, þetta er Marlon Marlon Brando. Já, Það þekki ég. Sagði ég Marlon? já, Í alvöru? já. Nei. Ég vil hlusta á þetta aftur. Marlon Brando. Ég er fucking með maður. Hann vann fyrir hérna Godfather. Já, Og hérna hann hafnaði þessu. hann hafnaði þessu. Ah. Ég held að hann hafi verið svona algjört dikk líka eins og Jared Leto. Já, þeir segja allir. Já. Hann var hættur að nenna læra og var með hérna svona earpiece. Já, lesa línunar og eitthvað, já. Robert Downey Jr. byrja að gera þetta líka, Já, að vera með earpiece og það er bara mata línurnar. ok. Og þetta er svona þegar þú ert komin upp í ákveði stardom þá bara, ég þarf ekkert að gera þetta. Bara, Ég þarf ekkert að gera fyrir þetta. Það er alveg haldið að Junior myndir kunna betra að meta staðin sem hann ráa því að hann ætti, það er bara kraftaverk hann sé aftur komin á skjáin, sko. Já, það er kraftaverk. Eftir skandalinn hérna fyrir 20 ára síðan, sko. 20? Er Já, ekki meira. 30? 30 Já, 30 ára. eða eitthvað Já. sko. Þannig að Iron Man er nærið í 20 ára. Oh my god. Já. Já, það er eitthvað rétt. Það er crazy fact. Já, Crazy fact of the day. akkurat. En síðan ég held náttúrulega að Fired Ash Avatar munur að vinna Fire and ass. fyrir það er raskandi á Davíð Fire and ass. eftir Chipotle. Chipotle, akkurat. Hún er alveg spicy. Hún munur 100% vinna fyrir visual effects, Já. alveg 100%. Þetta eru stunning myndir, sko. Já. En ég nefndi ekki að fara á nummer 3. Nei, ekki heldur. Nei, ég hef ekki búin að sjá Númer 2 var svo Leiðileg. Já, letdown, sko, vombriði. Algjör vombriði. Þegar ég fór á hana bíó og ég var eitthvað bara, er ég að horfa Titanic aftur eða? Skipið er að sökkva og þau eru að bíða þá til að, bara 2 eftir og sem fer það niður. Ég var alveg, I've seen that scene. Já, einmitt. From who? James Cameron. Same guy. Já, the same guy. Hann hefur verið eitthvað bara, shit, myndi bara 2 tímar. Fuck, ég þarf að bæta klukkutíma við. Nákvæmlega. Ég veit, skipið sökkur. Akkurat. Þess vegna fór ég ekki á nummer 3. Ég var alveg, hún var líka 3,5 tími. Jesus Christ. Hvað varð klukkutíma og 40 mínúta myndir? Bara, Nei, 1,5 tími, eða 90 mínútur Já, og góðar 90 mínútur. já. Bara fully packed. Bara, já, ég veit ekki hvað gerðist, sko. Já, núna er þetta allt einhverja 4 tímar og eitthvað. Já, þetta er ómikið, sko. Og síðan segir maður þetta og bingear heila seríu 8 tímum. Já, heimitt. Maður eitthvað, 3 tímar Já, sem bingear maður 8 tíma bara, serían er búin. já. Ég hef ekki tíma í þetta. Já, hvað er næsta sería? Djöfullin. Það er hvað mittmynd, sko. Já, Nú langar mig að taka ykkur smá gískileik. Hvaða leikona hefur fengið mestu tilnefningarnar? Meryl Streep. Já, Meryl Streep. Já, hversu marga? Herri, Var þetta rétt? Þetta var rétt. Oh my god. Herri, 5. 22. 21. Nei. Já, Wow. já, 21 yfir 50 ára span af hennar ferli.
She looks good Já. en það 5 áratugir og 21 tilnefning. Þetta geðveikt, sko. vel gert. Hvað er hún gömul? Hún á að 70? skilja maður, já, ábyggilega. En hún hefur unnið 3 svar. Svo náttúrulega hún hérna hvað heitir hún? Jared Leto Nei Vá, ég með fastum með Bette Midler í hausnum en það er ekki hún hérna, Bette Midler? svarta leikonan sem var svo fyrsta svarta til að vinna, hvað heitir hún? Whoopi Goldberg? Nei Oh my god Zoe Saldana Nei, var berað ofan í Swordfish ógeðslega heitt leikur Storm Nei, í ábyrðu X-Men Hver er það? Halt áfram Þú veist hvað ég er að tala um Ég veit alveg hver er þetta að tala Hvað fokkin heitir hún? Julie Lewis eða eitthvað Nei, what? Leikur Storm í Já, X-Men Fyrst er þetta gaman þegar það hent ykkur random nöfnum Fyrst er þetta gaman? Nei Hættu þá að gera þetta við mig Það er ekkert gaman Nei Þetta er mjög óþægileg Revenge Hvað heitir hún? Halle Berry Fucking goddammit Hún var fyrsta litaða konan til þess að vinna Óskarsverðlaun Já, because of her boobs Hún vann ekki fyrir Swordfish Nei, hún vann ekki fyrir Swordfish. Herri, nei Hún vann í hjartað mitt fyrir Swordfish Allan daginn. En ekki Óskarsverðlaun Hún mann eitthvað í buksunum þínu Já, Segðu bara, hún mann litla heilan já She's invited to the pants party. You got a party? Party my for pets? two Herri, hún vann fyrir myndina með honum hérna fyrirvændi Vá Já, Fyrirvændi kærasta Angelina Jolie. Jolie, já. Eiginmanni hennar. Billy Bob Billy Bob, thank you Já, Billy Bob Thornton. Þau gerðu það á hérna setti í alvörinni Já Hann var bara ríðinni hérna, veist á gólfinu hérna God damn svona method Method Ég var að hellaði method aktor Já, Ég skil ekki þennan gaur. Nú er hann ekkert rosalega fríðilegur, sko. nei, Hann er bara góðu leikari sko góða leikari Já, góður leikari. En hann er bara búin að vera að hösla þessar flottu dömur hérna hægri vinstri. Hafa með Angelina Jolie og þú veist what the Það er big hell, dick sko. energy þarna, sko. Já, big dick Það energy. er eitthvað þarna bakvið Það sko. er bullandi alfa-gaur í hún. En hún vinnur hérna, Óskarinn og síðan vinnur hún hérna Razzies líka Er það sama árið eða árið eftir? Ekki fyrir svona mynd Nei, Nei. fyrir Catwoman Hún fer og tekur á móti Razzies Já. og þykist gráta eins og hún gerði á Óskarna Já, Nákvæmlega sama ræðan Hún bara já og engi vildi koma nálættinni eftir það Svolítið datt út af smá, en það er Óskar hérna, Óskars curse Já. segja þér, Já. eins og Jared Leto og allir bara, veist, eftir Óskar það bara, neip Já, og Robert, Cooper Jr. já Cuba Gooding Jr. Já, já, einhver einmitt, já, hann vann fyrir hérna, Show me the money. já, show me the money já Tom Jerry Cruise. Maguire Jeremy Maguire, já já, djú þetta er alltaf heilin að You byrja got að kveitna this, já, já. I got this Fekk ekki hérna Men of Honor? jú, hún fekk Jack Nicholson og hérna, Tom Cruise og það ekki líka Tom Cruise var þar og, Nei. jú, Var það ekki, Men of Honor. það var hérna Þegar You can't handle the truth Nei, Nú, nei. Þetta var það hérna Cuba Gooding Jr. var að leika kafara. já, þegar hann Já, átti að standa upp og hann var ekki með löpp og Já. Ríkala góð mynd. aha I'm telling Dan you got no legs Lieutenant Dan You have no legs Nei, en ég ætla ekki allan að horfa ég býð bara þang til á mánudaginn Já, að já, fá að vita hver vann sér bara highlightin og vonandi mun einhver lemmi einhvern Já, og nákvæmlega vonandi kemur einhver nakin hann hlaupandi það verður æði Já, en ég spái því samt að hann Jordan vinni já, Sem besta. fyrir sinners Já. Já, hann lék 2 Já. í þessu já, ég held það fann hann 2 Óskara Veistu, ég er núna að googla hver eru tilnefndir. Ég er ekki búin að fylgjast með raskat. Nei, ekki heldur nei, það er út af því að Óskarinn er döður Já, he is dead pretty much sko Ég er með, Hættulega, sko. ég er með hérna smá árið 2000 þá var öllum styttunum stólið úr sendibíl sem að var að flytja alla stytturnar og fundist í
ruslinu hjá okkur junk dealer og síðan þá hefur alltaf framleitt tvöfalt magn af styttum og geimt sem sagt á sikkurum staðnum allar stytturnar pældi í því að vera ekki alveg bara yes, þetta ekta gull akkurat, þetta worthless sko segja bara, þetta ekki gull bara hendis í ruslið akkurat hendis í ruslið, byrja að spreyta mig og stela Óskarnum bara, þú ert að fara í jail fyrir að stela Óskarnum hvað er alltaf að selja þetta? Já, nákvæmlega það veit allir hvað þetta er sko Já. og hvaðan þetta kemur það alltaf að fara á eBay með Mona Lísu eða þú veist gonna find some nákvæmlega, seinni heimsstyrjöldinni voru stytturnar búnar til úr gifsi Gifsi já, gifsi og það var Audrey Hepburn sem gerði það sem sagt svona trendi að kissa Óskarinn þegar við færðan í hennar það var Audrey Hepburn sem bjóð það til Ég myndi að fara, ef ég myndi að vinna þetta ég myndi að fara í sleik við hann sko já, Ég myndi taka gullhúðunum af þú myndir rimma Þetta er eins og full rimjob Full job minnið þegar leikarinn sem vann fyrir The Pianist Já, með stóru nefið, Já, gaurinn já, Adam Brody nei, þetta er Adrian Brody Adrian Já, Brody. já. Hann fór upp á svið og slummaði Halle Berry já, hún var alveg, oh my god já, þetta var ekki til left í dag nei allir væri bara, cancel that motherfucker akkurat og hver var aftur sem hendi lummunni í konuna sína hann, það var hann líka já, hann var með tyggjó king Já. the fucking tyggjó já, hennu já, já. ekki stoppa og þrykja tyggjónu í konunni Já. þá á hún að vera eitthvað bara halda á tyggjónu, hann vann Óskarinn sem var með fucking 5 mínútna ræðu hún eitthvað fucking tyggjó Akkurat. kingdu tyggjónu Já, það er ekki í 7 ár í magunuðinu laumaði það í vasan á þér eða it's a eitthvað bara myth já, it's a akkurat myth já. Þannig að eitthvað í lokin Ég kom með listan yfir hverju fá Óskarinn í gerð, nei á morgun á morgun Sko, þessar myndir sem eru á tilnæmdar þetta er sko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 þetta eru 10 myndir var þetta ekki alltaf eitthvað bara 5? Jú. Þú veist, af hverju er það sem besta myndin Já, Já. af hverju er það tilnæmdar 10 myndir? Þetta er því að everybody's a Valkvíði. winner já, akkurat Já, everybody's a winner þetta er svona Og þarna eru myndir sem ég bara hef ekki hugmynd eins og hver Þú veist, Begonia Begonia ég veit ekki um það er það nýrnastein eða eitthvað Já, akkurat það er fyrsta sem ég hugsaði já, I got something in my kidneys Akkurat. it's a begonia já, Svo svona ítalst it's a begonia já feilar transkonu með eisnakrabba minn þú meina konur með eisnakrabbamenn já, já that's a thing That's a thing ég alltaf frá er eitthvað fleiri Já, já, Hamnet Hamlet nei, Hamnet já, Hamnet What the fuck, skilur ég Já. ekkert heyrt um er það svona hárnet Þetta er myndum eitthvað- hárnet ég hef heyrt um þetta Nei, skinkunet já skinkunet já, ok Hamnet já svo hamburgarhryggurinn kemur í Eitthvað sem þetta er kokk sem næri ekki að taka kjötið út the Hamnet Já. akkurat. Hamnet myndin er þetta já, Svo er eitthvað sem heitir Train Dreams Train Dreams Já, lestadraumar Það við hýrtum þetta? nei aldrei Nei, akkurat myndin bara gaur sem liggur í rúminu með martröð Cobras En síðan er Frankenstein sem er á Netflix mér finnst hún ekki góð Og hún er hræðilega leðileg hún er og ógæslega það sem gerist borðið skipinu þarna sem er frosið eitthvað staðar Já. nei hann segir sögu og veist, já, það var alveg Ég reyndi að horfa á hana Ég startaði henni tvisvar Ég og Eva, við vorum að horfa á þetta og byrjum að horfa á þetta og við vorum komin meiri í síman heldur en ekki Svo gaf ég svo aftur séns daginn eftir Hélt að sáram Svona kortir í sinna, ég bara ég klára að horfa á hana, hún er rosalega flott veist, flott mynd já, en Þú ert flott mynd. en hún er mjög leiðileg já nei. Hæru, Við vonum að þetta verði bara rosalega skemmtilegur Óskarskvöld að gera að vaka og horfa á þetta Krakkar ekki vaka að horfa á þetta en fullorðnir gera það sem þið viljið já, horfa á þetta til 4 nótt og mæta sér í skólan og vinnuna mætið sent í vinnuna daginn eftir sem að gerði í gamla dag Maður gerir þetta þegar maður maður hafði gerir orkan í það sko Já, maður gerir þetta líka með bara NBA-leikina já, það er miklu, Já, það er já. skemmtilega Það var skemmtilega Meira action í því sko. klálega
Takk fyrir daginn. Takk í dag. Bye. Bye